Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, velkomin. Takk fyrir. Áður en að við förum að spjalla saman, þá langar mig til þess að leyfa að heyra smá brot sem ég klippti úr þáttum sem ég gerði daginn, sem að nefnilega varða þig og þetta ekki neikvætt. Okay. Við sjáum bara gífulega mikla samstöðu með hinsegin samfélaginu. Við sjáum líka mikla samstöðu frá til dæmis þjóðkirkjunni sem ólíkt til dæmis í öðrum löndum. Við erum með frábæra hluti sem hafa verið að gerast á Íslandi. Ég hef rosalega mikla trú á til dæmis biskup Íslands. Ég bara hefði ekki trú að því fyrir einhverjum árum að ég ætti eftir að hafa trú á biskup Íslands, en það ég hef það. Hvað þetta var semst Finnborg Salome, lektor í kynjafræði við Háskóla Íslands og Sóley Tómasdóttir sem að voru þarna spurðar að því hvort það væri bjart eða bliku framundan, svona tengt jafnréttismálum og því sem það var að tala um. Og mér fannst bara svo áhugavert að það skildu nefna sérstaklega í rauninni þig og kirkjuna. Ég meina, hvernig upplifir þú að heyra þetta? Það gleður mig mjög mikið að þær og fleiri í samfélaginu skuli taka eftir því að því sem alveg rétt. Já. Að kirkjan stendur að sjálfsögðu með öllu fólki og fjölbreytileikanum. Já. Og á þessum tímum, sérstaklega núna, þá mjög mikilvægt að kirkjan einmitt standi í lappirnar og standi með fólki. Já, þannig að ég glöð að heyra það að þau hafi tekið eftir því. Já, þannig að og ég meina, þetta eitthvað sem að þú svona markvisst vilt stíga inn í að kirkjan sé trúverðug þegar kemur að jafnréttismálum og einhvers konar framsækni samfélagslegu? Í raun og veru finnst mér það svo sjálfsagt að það þarf eiginlega ekkert einu sinna íhugaða neitt sérstaklega. Vegna þess að þetta bara hluti af því að vera manneskja í samfélagi og vera kristin manneskja og hvað þá að leiða kirkju. Já, einmitt. Þannig að fyrir mér þetta engin spurning og hefur ekki verið. Nei, þú segir þetta svona að þetta sé engin spurning en kannski það fordómar í mér að það kom mér semst að því að ég fór víða land og fyrir einhverjum árum og var svona með fræðslu jafnréttismál og karlmennsku og eitthvað. Ég á fengin einhverjar 2-3 staði í kirkju út á landi tengt fermingafræðslu. Já. Og ég svona fyrst fannst mér alveg ótrúlega skrítið, bara eitthvað svona, veit ekki presturinn örgulega, hvað ég að tala um og hvað ég að segja og svona. Og jú, þessir prestar sem voru kvenkyns vissu það mjög vel og vildu akkurat þess vegna fá mig og þá áttaði mig á því að það náttúrulega fullt af ungum prestum og það mjög mikið bara af mjög svona, ég ætla bara að segja mjög feminískum prestum sem að komur mjög óvart. Er stemningin eitthvað að breytast frá því fyrir 30 árum eða? Já og nei. Náttúrulega með nýjum kynslóðum þá þetta breytast, að sjálfsögðu. En það hefur samt sem áður verið þannig að til dæmis þegar mjög erfið mál kom upp í kirkjunni, til dæmis varðandi samkynhneigð og fleira, að þá var það samt sem áður þannig að meiri hluti presta var alltaf þarna. Já. En það svoleiðis að það sem að biskupinn segir og svo lína sem biskupinn tekur náttúrulega kannski það sem að vekur mest athygli samt sem áður í samfélaginu og í fjölmiðlum og við vorum alltaf mörg sem vorum að reyna að vekja athygli á því. Þetta ekki okkar ástæða. Ég meina eins og þegar öll þessi mál með hjónaband samkynhneigðra voru, við vorum yfir 100 prestar sem að skrifuðu undir að við studdum þetta. Já, ok. Já. Þannig að, og þess vegna hefur mér lengi vel þótt svona umræðunum þetta oft vera svolítið óréttlátt og óvægin í gagnvart kirkjunni en það var eiginlega áður en ég áttaði mig á því að fólk hlustar mest á það sem biskupinn segir. Já. Það bara þannig og núna skil ég það betur því ég sé það. Og það ástæðan fyrir því að þú hugsaðir ég ætla að vera biskup? Ekki eingöngu en ein af ástæðanum fyrir því að ég tók tilnefningum presta og djákna til þess að gefa kost á mér sem biskup var svo
að ég hafði lengi tekið eftir því að það var svo mikið misræmi á milli þeirra kirkju sem ég þekki og hef alltaf þekkt, þess frábæra og dásamlega starf sem unnið í kirkjunum, kirkjuna fullar af fólki og síðan þess sem byrtist í fjölmiðlum sem var eitthvað svona önnur kirkja sem að ég þekkt ekki og mér langaði svo mikið og það eitt af mínum markmiðum því ég hef svona haft það að leiðaljósi að vera leiða kirkju sem í sókn að það var svona að draga frá og reyna að sýna hvað kirkjan raunverulega er kirkjan er raunverulega hreyfing fólks 250.000 manns sem að tilheyra þjóðkirkjunni það slatti. Já, það smá slatti með að við þjóðan bara tæplega 400.000. Já. Og þegar kemur það til dæmis íslensku ríkisborgurum að þá hátt í 80% Íslendingar sem tilheyra þjóðkirkjunni. Já, Já, ég meina traust til kirkjunar fer vaxandi bara eftir því sem þú situr lengur. Fer það ekkert svona í egoið? Nei, veistu það, einlæglega þá gerir það ekki. Og ástæðan svo að það sem ég að gera ég ekki að gera ein. Nei. Heldur ég með kirkjuna með mér. Ég með meiri hluta fólks í kirkjunni sem að vinna þetta starf. Mitt hlutverk bara að sýna það. Já. Það ekki, ég ekki ástæðan fyrir því að fólk ber meira traust í kirkjunar. Heldur það að ég svona, mér hefur tekist ágætlega undanfarið að draga fram hvað kirkjan að gera. Já. En það samt ekki, það samt ekki að stórum hluta fyrir þína tilstuðlan? Ég meina, biskupinn hefur svo mikið vald eins og ég upplifði það. Þú veist, og við höfum bara séð það með biskupum síðustu ára, ég nú ekki það gamall, en ég man allavega mjög vel eftir allavega 2. Kannski hafa ekkert verið fleiri í minni tíð, ég veit ekki, ég man eftir þér vissulega, en þannig 3 biskupar og bara þeir höfðu svo mikil áhrif á eins og þú lýstir, bara hvað að gerast innan kirkjunar, hver afstæðinar og svona orðræðuna innan samfélagsins okkar. Þannig að Jú, vissulega. Og ég ákvað það líka mjög fljótt að ég myndi verða sýnileg og taka þátt í umræðinni og svona stíga fram, enda það hluti af því að vera kirkja sem sækir fram. Það að vera ekkert í felum. Þannig að þetta auðvitað hefur það áhrif að sjálfsögðu að ég kannski setja ákveðin á tónin en ég myndi ekki gera það ef að kirkjan væri öll á móti þá myndi það ekki takast. Nei. Þannig að ég lít svo á að við séum að gera þetta saman en ég svona leiði hópin. Einmitt. En og ég meina það hefur ekki allavega svo ég viti þá hefur ekkert verið það hefur ekkert gustað kirkjuna núna á síðan þú tókst við. Það allavega ekki opinberlega. Það hefur ekki orðið einhver svona brjálulæti, það hefur ekki komið upp einhver kynferðisbrot, það hefur ekki komið upp að kirkjan setur sig upp á mót einhverju, skilurðu, eins og við þekkjum í sögunni. Heldur að yrði jafn góð stemning ef að það kæmi upp eitthvað svona, segjum bara af því að það þekkist í sögunni að einhver prestur einhver staðar verður uppvísað óviðandi hegðun og ég meina, hvað myndir þú til dæmis gera? Af því að nú reikna ég með að þú myndir heyra af því og þolendur kannski segjum bara leita til þín, segja bara herðu, ég í þessum söfnuði og þetta í gangi þetta að gerast hefur kirkjan lært eitthvað á sögunni? Já, kirkjan hefur lært á sögunni og ég nokkuð vissum að það munu koma upp mál. Það bara þannig í mannlegu samfélagi. Við þurfum ekki annað en að lesa fréttirnar á hverjum degi og við sjáum að það að koma upp mál hér og þar og kirkjan ekki undanskilin. Þannig ég veit alveg, það munu koma ykkur mál eitthvað tíma. Já. Það bara svoleiðis. Og ég veit ekkert hvort að stemmingin verður jafn góð ef það kom upp svoleiðis mál. En það sem í það minnsta alveg ljóst að það ekki boði að þjóna í þjóðkirkjunni og vera uppvís að ósæmilegri hegðun og hvað þá kynferðislegri áreitni eða ofbeldi eða einelti eða neinu þess háttar. Vegna þess að kirkjan
þarf að setja, þröskuldin þarf að vera mjög hár í kirkjunni og það sem hefur breyst eftir að þessi mál hafa komið upp hérna í gegnum tíðina, ég meina það var náttúrulega stórt þegar biskupsmáli komið upp og eftir það kom út rannsóknarskýrsla þar sem að farið yfir viðbrögð kirkjunar í því máli sem að voru bara vægast sagt hræðileg þá höfum við að sjálfsögðu lært af því, það var sett upp til dæmis óháð teymi og við erum með verkferðla sem að við notum að auðvitað hafa komið upp alls konar mál eftir það og þau hafa verið leyst svona mjög ákveðið. Agnes forveri minn, Agnes biskup, hún gekk mjög ákveðið fram í þessum málum. Okay. Hún gerði það og ég mun gera það sama, sjálfsögðu. En ég meina, þú veist, hægt bara, það kemur eitthvað hérna upp og þetta er yfirleitt, eins og við þekkjum úr réttarkerfinu, orð gegn orði og þú veist, mjög sjaldan sem að það er sakfellt, það bara gerist alltaf, þannig að þú veist, kynferðisbrotin margfald fleiri heldur en í rauninni sakfellingar hlutfallið eða sakfellingar hlutfallið bendir til. Ég meina, einhver segjum bara að þetta verði prestur eða djákni eða einhver svona sem að gegni einhverju lykilhlutverki innan safnaðar, getur kirkjan brugðist eitthvað við? Getur kirkjan staði raunverulega með þolanda eða þú veist, ég meina, þetta er embætti. Ég hægt að segja, herru vinur, þetta er nú ekki nóg gott. Þú er að fara, bless. Einmitt. Og það er náttúrulega að skoða hvert mál fyrir sig og við vitum alveg að þó svo sé ekki ákært í málum sem hafa verið í meiri hluta mála sem verið kært til lögreglunar þá þýðir það ekki endilega viðkomandi sé saklaus. Akkurat. Þannig að sjálfsögðu þarf náttúrulega bara að meta hvert dæmi fyrir sig. Við vitum líka að ef það er fleiri en ein kona sem ásakar þá er nú ólíklegt að það sé ekkert þarna baki. Ekkert, þar að segja. Það hefur orðið stór breyting á þjóðkirkjunni sem þýðir að sem biskup er ég í annari stöðu en allir forverar mínir, nema Agnes undir lokin, Agnes biskup. Okay. Sem er að prestar er ekki embættismenn lengur. Sem þýðir að prestar eru starfsmenn þjóðkirkjunar. Og það bara gildir það eins og bara á hverjum öðrum vinnustað. Það er 6 mánaða uppsagnarfrestur og það er þannig að prestar er ekki lengur hafa ekki þessa sterku stöðu sem þeir höfðu áður og það var þannig að það var miklu erfiðar að leysa alls svona mál áður vegna þess að prestar voru embættismenn, þeir voru jafnvel æviráðnir þannig að málin voru bara flóknari þess vegna og líka vegna þess að það voru ekki til skýrir verkferðlar. Já, einmitt. Kirkjan þarf til dæmis að geta að losa sig við mig og ég myndi fara yfir mörk á einhverjum. Já. Það er bara þannig. Og sko að því þú nefnir það sjálf og nefndir biskupsmáli, ég meina núna hafa þættir bara sem heita biskupsmálið, það sem hefur verið að rifja upp í rauninni biskupsmálið sem að gerist 96, minnum mig. Kom fyrst 96, það er 30 ár síðan. Já, og einmitt þú lýsir það var rannsóknarskýrsla sem að ég bæði við fann ekki, ég var að leita henni. Þannig að kannski tjekkar á því akkur hún hvarf, eða linkurinn óvirkur. Já, það er kannski þegar það var skipt heimasíðu getur verið, kannan það, hún er til í hillunni hjá mér. Ok, þannig að ég ætlaði mitt að bara fara yfir þetta sko, hvað eiginlega gekk þarna á og ég meina, hefur þú hlustað á þess að þetta? Já. Hvernig finnst þér að hlusta á þetta? Mér finnst það gríðarlega áhugavert og lærdómsríkt og ég hlusta á það mikill athygli. Ok, og ég meina, einhver viðbrögð, þú veist, ég meina, er eitthvað að því að nú verði að viðkynna ég hlusta nánast í ekkert á hlaðvarp sjálfur nema örfáar hljóðbækur sem er ekki eins og hlaðvarp. Er eitthvað þarna sem að þú ert svona, herðu, við þurfum að gera betur það er eitthvað sem er ógert? Náttúrulega við þurfum að gera betur en eiginlega allt sem var gert í þessu máli. Það er náttúrulega í fyrsta lagi þannig. Við erum, ég myndi segja við höfum verkfæri í dag til þess að bregðast við með allt öðrum hætti en gert var þá. Og til dæmis bara það, þá erum við með óháð teymi sem að hefur það verkefni bara að rannsaka þessi mál, skoða þessi mál.
Þannig að fólk hefur alltaf þann möguleika að fara með málþangað þó það vilja ekki kæra til lögreglu. Og þannig ég held að við höfum eiginlega eftir sem ég best veit það sem þarf til þess að taka allt öðruvísi á þessum málum. Fyrir utan það að það er náttúrulega alltaf tímar heldur en voru fyrir 30 ár. Bara alltaf tímar. Það kvarlaði ekki aðneinum held ég, eða meir hluta fólks fyrir 30 árum að fólki svo háa embætti gæti farið yfir mörk á öðru fólki. En í dag vitum við að við bara getum það vel. Fólk er bara breyst. Já. En við eigum samt sem svo áhugavert að því að nú höfum við séð sko dæmi eftir dæmi og það eins og okkur svona, ef við tala almennt, finnst þægilegt, sérstaklega fólki látið að svona já, þetta var nú hræðilegt hvað hann gerði og við tölum svona. En ef að fólk er í dag í valdastöðu og er í dag nafngreint sem gerandi kynferðisofbeldis, þá er oft annað viðhorf sem mætir okkur og ég meina þú til dæmis bara varst við útför Ólafadöru og ég meina við vorum bara öll þarna held ég allir sem að hafa skipt sér að mannréttinda baráttu og jafnréttisbaráttu á Íslandi. Þú veist, þetta var alveg mögnuð stund að því þetta eins og ég upplifði að samin á okkur öll og við fundum bara hvað þessi barátta bæði hefur mikil áhrif á okkur en líka hvað hún oft sprettur upp úr sári reynslu. Algjörlega. Og eitt af því sem að, ég meina Ólöf Tara var alltaf að gera og hún var oft sögð vera allt og reið og eitthvað svona og þú veist, hún var að benda meðal annars á það að við trúum ekki þolendum. Við reynum alltaf að þagga niður þolendum. Kate Mann hefur skrifað empathy, við vorkenum meintum gerendum meira heldur en þolendum og ef ég man rétt þá meira þess að sagður við eða í að ræði að þú hefðir einhver reynslu á bakinu sem að er sár. Þú veist, heldur að við sem samfélag árið 2026 séum til í að standa með þolendum en ekki gerendum? Ég held að við séum meira til í það núna, en ég held að við séum ekki alveg til í það. Og ein af ástæðunum er náttúrulega svo að gerendur í svona málum eru gjarnan sko, ég meina þeir, þetta eru nú yfirleitt karlmenn, synir einhvers, bræðir einhvers, eiginmenn einhvers, þeir eru pappar, þeir eru góðir menn að flestu eða í það minnsta mjög mörgu leyti. Það er fólk sem þykir vænt þá. Já. Og meiri hluti kynferðisofbeldis á sér staðinn á fjölskyldna og það gerir þetta svo flókið. En þess vegna er svo mikilvægt að við séum alltaf með einhverja óháða aðila sem ekki tengjast þessum málum til þess að vinna með þau. Vegna þess að við vitum líka að ég meina stór hluti mála eru aldrei kærð. Nei. Það er enginn sem segir frá og það er líka þannig að stór hluti kvenna hefur orðið fyrir einhverju reynslu sem tengist einhvers konar ofbeldi og það er ég ekki undanskilin. Það er bara þannig. Og það er frekar óvanlegt að manneskja sem að gegnir svona, hvað maður að segja, valdastöðu gerir sér svona mennska eins og þú gerir. Menna, má það bara? Máttu það? Já, það má. Vegna þess að við erum bara öll manneskjur. Við gegnum ólíkum hlutverkum. Já. Við erum frátekinn til ólíkra hlutverka, við erum köllum til ólíkra hlutfalla, en við hættum aldrei að vera manneskjur. Nei. Og ég er ekki bara embætti biskups Íslands, ég er líka bara Guðrún. Já. Bara manneskja? Já. Og ég held að skipti máli að við deilum líka þessari mannlegu reynslu og við séum bara mennski því sem við erum að gera. Já, ég er náttúrulega sammála því en stundum fyrst fólki einhvern veginn, það hefur ákveðna kröfu, eða gerir ákveðna kröfur til einstaklinga einhvers konar, þú veist, já, ég veit ekki, hreinleika eða eitthvað í rauninni ómennsku. Já, og þarna finnst mér þetta ekki vera vandamál, mér finnst þetta ekki stangast á, vegna þess að leið og ég er manneskjan Guðrún, þá er ég líka, þá ber ég svo mikla virðingu fyrir því að vera í þessu
mikilvæga embætti og ég bara ofboðslega mikla virðingu fyrir því og vanda mig við það og vil gera það vel og fallega og ég get alveg sko borið virðingu fyrir því en líka verið bara ég. Það var eitt sem að kom mér óvart þegar ég var svona grúska fyrir okkar samtal. Það var frétt, einhver gömul frétt, þá var held ég Agnes biskup sem að var, þetta var bara örstutt frétt á Vísi. Það sem kom fram eitthvað svona, þá voru einhverjir nýju prestar teknir inn eitthvað svona eftir, ég man ekki hvað var sagt, umsóknarferli eða eitthvað og persónuleikapróf. Já. Og það er mikil síja. Og ég svona býtu hvað, ok, í fyrsta lagi hver framkvæmir þetta og hver eru viðmiðin og hvað gerist ef að viðkomandi næri ekki persónuleikaprófinu? Það er meðal annars eftir þessi erfiðu mál. Okay. Þá er það er mjög erfitt að gerast prestur. Okay. Það er ekki hver sem er samþyktur inn í það embætti í dag. Já. Og það er starfsþjálfun sem er löng og ströng og einmitt persónuleikapróf og allskynspróf sem þú þarft að standast til þess að geta fengið vígslu og fengið embætti eða fengið embættisgengi. Já. Og það er sálfræðingur sem að tekur þessi próf til dæmis. Það? Já. Ég sko hafði ekki hugmynd þetta en þetta er búið að vera í mörg ár, þessi persónuleikapróf. Og þú þarft líka að hafa sko hreina sakaskrá ef þú gerast prestur. Já. Og þú þarft að skrifa undir að það megi rannsaka þau mál og kanna. Já. Og það á við alla sem að þjóna í kirkjunni. Eða starfa í kirkjunni. Þú getur ekki starfa neitt í kirkjunni. Ekki sem kirkjuvörður eða í barna- og æskulistarfi eða neinu starfi í kirkjunni nema að skrifa undir að það megi skoða þinn sakaferil. Ég meina það er svolítið traustvekjandi verið að segja. Já, þetta bara skiptir máli og við viljum hafa þessa hluti í lagi. Þeir eiga verið í lagi. Ég meina, talandi æskulistarf, núna voru fréttir, það er ekki nýverið en það var daginn og ég skynjaði bara því að ég er að kenna í framhaldsskóla þá veit ég að ungt fólk er að leita meira í kirkjuna heldur en hefur verið og það er jafnvel hægt að segja að kirkjan sé í tísku hjá ungu fólk í dag og ég veit ekki, mögulega þetta var ábyrjandi hjá ungum strákum fyrir einhverjum árum síðan þar sem var tekið viðtalinnar á seitt allavega og þeim svona fyllt í þetta í messur og annað ég menna það hlýtur að vera ánægjefni fyrir biskupinn að sjá unga fólkið vera að fara í kirkju. Heldur betur. En það sem að mér finnst áhugavert að því að nú höfum við flest kannski verið að horfa á heimildamynd eftir Louis Theroux Inside the Manosphere sem að sýnir okkur svona áhrifavalda, kallmennsku áhrifavalda sem að eru meður jákvæðar fyrirmyndir allavega mér að segja vakti lóra tekið. En hvað er það sem að kirkjan og biblían býður ungu strákunum upp á? Hvers konar kallmennsku býður kirkjan ungum strákum upp á? Kannski fyrst að nefna það að í einmitt nýlegri traustkönnun til kirkjunar þá kom fram að það er meira traust hjá yngsta aldurshópnum heldur en þeim næstingsta. Okay. Og það er mjög áhugavert og jákvætt og það er fjölgað í fermingum og það eru fleiri skírnir og svo leiðis og það er eitthvað að gerast þegar kemur að kristni trú. Það má tala um Guð og það má tala um trú í samfélaginu sem ég finnst óbúslega jákvætt vegna þess að fyrir mér er trúfrelsi það að við megum tala um trú og við megum vera trúið og allt þetta. Það er að aukast að ungt fólk sækir í kirkju og sækir kannski ekki bara í kirkju heldur bara í trú. Er að lesa biblíuna og hittast og biðja og svo leiðis. Og þetta er ekki bara kallmenn lengur, þetta byrjaði svolítið á strákunum en þetta er líka mjög mikið að stelpum að hluta til eru þessi strákar sem hafa margir sótt til kirkjunar sem að var verið að fjalla þarna fyrir held ég svona rúma ári eitthvað svo leiðis það eru strákar sem hafa fengið hugmyndir í gegnum TikTok og aðra miðla og oft frá Ameríku og þar er mynd af kristninni sem að mér þykir ekki góð. Það er svona þessi konan á helst að vera heima og kallmaðurinn höfuðkonunar og allt þetta
og það eru svona karlmennsku hugmyndir þar í gangi sem eru ekki jákvæðar að mínum mati, alls ekki. Þess vegna skiptir máli að kirkjan sé einmitt á þessum miðlum og sé líka að miðla sínum boðskap, kristna boðskap. Við höfum tekið vel á móti öllu þessu unga fólki og það eru svo færir og góðir prestar í kirkjunni, bæði kallar og konur, ekki hvár enn, svo ég viti, sem að er að taka á móti þessum krökkum og ræða við þau og leiða þau inn í helgihaldið og allt þetta sko. Og það sem að kirkjan hefur að segja við bara allt ungt fólk er að kærleikurinn er mestur. Eins og þú tekið sjálf, ég menna að því að aftur, ég í fordómum mínum mögulega tengi kristna trú og bara kannski trú almennt við ákveðna íhaldssemi. Sérstaklega hugsa um jafnréttismál. Einmitt þetta með, þú veist, og helstu kannski svona tengingarna sem að ég geri við kristna trú einmitt úr Bandaríkjunum eru svona, einhvers konar kallmennsku áhrifavaldar sem að vilja hafa einmitt konuna heima, þeir eru fyrirvinnan, þú veist, þannig að ég ímyndaði mér, býtu, er verið að selja þessa hugmyndafræði bara í kirkjunni? Eða? Nei, það er bara alls ekki verið að selja þessa hugmyndafræði í kirkjunni, alls ekki, nei. Og það er alltaf að vera íhaldssöm og það er svo sannarlega leyfilegt að vera íhaldssöm innan kirkjunar og það mikilvæga við kirkjuna er að hún rúmar alveg ofbóðslega breiðan hóp og ég er að mörguleyti mjög íhaldssöm. En það er eitt að vera íhaldssöm, það er annað að koma illa fram og vera óréttlátt gagnvart til dæmis konum, samkynhneigðu fólki, transfólki og þeim, og öðrum minnihlutahópum. Það er bara ekki í lagi. Og það tengist ekki endilega að mínum að þetta er ekki íhaldssemi, heldur bara ákveðni sín á fólk. Já, fólk ber stundum fyrir sér biblíuna og túlkun sína. Vissulega, en það er ýmislegt þar sem að hægt er að rökstuðja þannig, en ef við ætlum að fara þangað, þá náttúrulega getum við þá farið ansi langt og við erum ekki tilbúin til þess, vegna að biblían, við þurfum að túlka hana og í hinni evangelísku lútersku kirkju er það þannig að við menntum fólk, það lærir guðfræði. Það lærir að túlka biblíuna og þetta er vel menntað fólk sem að er mjög þjálfað í því. Og það skiptir máli. Við okkar íslenska lúterska þjóðkirkja er ekki, Guð blessi þig, Takk. Er ekki styður ekki við bókstafstrú. Það er svoleiðis. Ok, mér langar bara því að ég er forvitin sko, hvernig þú fæst við það sko, talandi um biblíuna og bókstafstrú og eitthvað svona og ekki þá er sumt fólk allavega að segja sem að heldur í transfóbíuna sína með því að segja að Guð hafi skapað mannin, kona og karl og ekki gert ráð fyrir því að það væri eitthvað annað og eitthvað svona og svo er búið það er búið að fletta ofan að þessari mýtu líffræðilega, félagslega, menningarlega, sögulega og svo framvegis. En það sem að mest líka áhvert er sko þegar fólk talar eða bendir á það kannski í hæðni, ég veit það ekki, að sko að Guð hafi skapað mannin í sinni mynd og og svo einhvern veginn skapa konuna úr rifinu eða eitthvað sem að mögulega er vitlaus þýðing í íslensku en ég veit ekki, hvernig horfir þú á þetta? Sköpunarsögurnar í biblíunni eru með 2 og svo eldri er þessi með rifið. Og þessar sögur eru ljóðrænar lýsingar á því hvernig heimurinn og manneskjan var til. Þetta er ekki líffræðilega lýsingar, þetta er ekki staðreindir, heldur er þetta ljóðrænar lýsingar á þessu. Og það er mjög áhugavert að skoða til dæmis fyrir sköpunarsöguna sem er reyndar ekki svo eldri, heldur svo yngri, sem er þegar Guð skapaði heiminn úr engu, að þetta er raun og veru lýsing á þróun heimsins.
frá Miklahvelli og áfram. Já, ok. Þannig að við getum ekki tekið þessum lýsingum bókstaflega. Og þetta er skrifað fyrir mörg 1000 árum. Já, Og þetta er svo fallegt og margt svo viturt og gott í þessu. já, En það er líka margt sem að við bara vitum betur í dag og höfum lært af, og þess vegna er líka mikilvægt að við lítum á þetta sem ljóðrænar lýsingar. já, einmitt. En ekki sem, hvað á ég að segja, heilagur sannleikur og lýsing á atburðarás. Nei. Ok. Ok, núna, sko, ég var einu sinni mjög trúaður. Ég meira þess að fór á samkomur. Svo bara einhvern veginn breyttist það og ég hætti að metta samkomur og misti einhverja trú, eða skilur, ég trú á manneskjuna, tæplega reyndar, en já, ég trúi á, þú veist, meira heldur en svona hardcore vísinda fólk í kringum mig. Getum orðað það þannig. En sko, ég er að velta fyrir mér að því að nú ert þú kristinn og ég meina ég sé að þú á TikTok ertu svona að draga einhver spil og þú ert að fara inn með einhvern ásetning og boðskap og eitthvað og þetta, þú veist, getur meira þess að verið eins og afi minn, hann var sko mjög mikill biblíumaður og svona íhaldsamur bókstafstrúar sinni sko, alltaf áhvert að tala jafnréttismál við hann þegar hann var á lífi. Það sem ég er að fara með þessu er sko hvernig verkar Guð í bara þínu lífi, er það, þú veist, er Guð að skipta sér að þér? Þú veist, er Guð að segja þér hvað þú átt að segja, hvað þú átt að gera, hvaða ákvörðun átt að gera, þú veist, virkar Guð þannig? Hvernig virkar Guð? Þetta eru skemmtilega spurningar. Mér datt þetta bara svona í hug núna. Já. Guð hefur mikil áhrif í mínu lífi. Ok. Guð er ekki að segja mér hvað ég á að segja. Ok. Nei, ég trúi ekki að Guð sé þannig og Guð virkar ekki þannig fyrir mig. Ég á samt í stöðugu samtali við Guð. Guð er alltaf í hérna, allt í kringum mig og einhvern veginn, já, er með. Ég lít svo á að Guð hafi til dæmis ákveðin tilgang með mínu lífi. Ég held mér sé að Guð hafi ákveðin tilgang með þínu lífi, en svo getum við náttúrulega rætt hvað er Guð. Já. En síðan hef ég alltaf valið hvert ég fer og Guð gaf okkur frjálsan vilja. Þannig við erum ekki strengja brúður Guðs. Og til dæmis ég meina þegar við til dæmis kennum Guði það illa sem gerist í heiminum, ég held að það hefur ekkert með Guð að gera. Það er með okkur að gera. Við erum bara mjög ófullkomnar manneskjur. En það sem við eigum að reyna að gera er einhvern veginn stöðugt að bæta okkur, stöðugt að verða einhvern veginn betri, í raun og veru að reyna að frelsast á hverjum degi frá einhverju og það gerum við í tengslum við Guð. Við höfum leiðbeiningar frá hvernig Jesús var. Jesús sýnir okkur í raun og veru hvernig Guð er og hvað Guð vill með okkar lífi. Og það er það sem við eigum að reyna að ná. Við munum ekki ná því hvert og eitt okkar í þessu lífi. Ég er bara eiginlega alveg viss það. En við eigum alltaf að reyna. Alltaf. Við eigum aldrei hætta því. Vegna þess að okkar markmið ætti alltaf að vera að koma Guðsríki á hér og nú. Það er að segja góðum og réttlátum heimi. Já. Svo spurning hvað merkingu við setjum í það? Já, vegna þess að það þýðir heldur ekki það sama fyrir okkur öll. Nei. Af því að svo höfum við líka ólík trúarbrögð. Akkurat. Og ólíkan skilning og svona. Já. En bara af því að við erum hérna í kristinni trú og erum að velta þessu fyrir okkur og ég einmitt sagði aðeins um mína vegferð hérna upp úr 2007 og svona eitthvað aðeins fram eftir. Þá mann ég að þú segir þetta að verða betri útgáfa á okkur og einmitt frelsast einhvern veginn. Já, það er eitt orði yfir það. Já, en ég man að jú, mér varst alveg fínt að mæta samkomur og margt gott og eitthvað svona, en það var líka sumt sem að ég fattaði eftir á að var þjakandi fyrir mig. Já.
og það var það sem ég upplifði sem svona refsandi trú Já. að, þú veist, ég var aldrei nógu innan gæsalappa heilagur. Akkurat. Ég var aldrei að huglega nóg, ég var aldrei að biðja nóg, þú veist, ég var ekki að lifa lífinu mínu nógu rétt, þú veist, það var þessi skömm og sektarkennd sem að var svolítið svona allt líkjandi. Já. Og við höfum þá guðfræð og biblíutúlkun í gegnum tíðina að hún hefur stundum verið þannig Ok. og oft og gjarnan verið þannig. Það hefur breyst mjög mikið, alveg ofbáslega mikið og ég myndi segja að það er ekki svo guðfræði sem að við iðkum í þjóðkirkjunni svona mestu leyti er það ekki þannig að það er ekki byrja á því þegar þú kemur til kirkju að skammaði fyrir að hafa nú ekki komið meira í kirkju, verið ekki nógu duglegur að biðja og verið ekki nógu heilagur vegna þess að ekkert okkar er það. Nei. Og við erum einhvern veginn öll bara á sama báti að reyna að verða betri. Já. Og reyna að reynast hvert öðru vel. Já, ég veit. Og þar er til dæmis presturinn ekki heilagari heldur en hver önnur manneska sem kemur til kirkju. Aftur á móti er presturinn bara frátekinn til þess að þjóna þessu hlutverki. En á að gera það sem manneska meðal fólks. Ok, hérna að því að nú erum við alveg að fara að enda þetta. Já. Þá langar mig aðeins að fá innsýn í þið sem svona mannesku. Mennskuna þína. Og nána tiltekki sko þinn hversdagsleika, því að mér finnst það svolítið áhugavert svona skyggnast inn í hversdagsleika fólks og ég gera stundum óvart að hérna ég sit kannski á rauðu ljósi og svo sé ég bílana að keyra. Ég svona horfi á fólk. Já. Og ég svona velti því fyrir mér, þú veist, hvert allir hún sé að fara þessi manneskja? Hvernig hún sé að fara að borða í kvöldmat? Já. Og þú veist, og hvernig allir lífið hennar sé og bara stundum detti inn í eitthvað svona rugl, sko. En hérna þannig þetta er mjög áhugavert. Ég er forvitin þig. Þú sem, hérna, ég meina, þú hefur sýnt okkur og þú hefur sagt að þú hleypur mikið, þú varst nú bara úti daginn, hérna ekki staðar að hlaupa marathon sem ég reynda að skil ekki hvernig fólk lætur sér detta í huga að hlaupa marathon. Svolítið bílun. Já. Þú átt hvað, börn? Já, ég á 2 börn og 2 barnabörn. Já, ok. Ég er amma. Þú ert amma líka. En það sem ég er forvitið núna er þinn hversdagsleiki, nána tiltekið. Þú ert í vinnunni, reiknaði með svona almennt frá, ég veit ekki, 9-5 eða eitthvað. Bara hefðbundið dagur í þínu lífi. Frá klukkan eitthvað að þú líku vinnu, 5-6, meina, hvað gerur þú? Þannig þú fara að sofa? Ok, markmiðið alla dagar mér, það gengur ekki alltaf, en það gengur cirka svona 5 dagavikunar allavega, er að fara annarkvort út að hlaupa eða í líkamsrækt. Eftir vinnu? Já, eftir vinnu. Okay. Ég ger það eiginlega alltaf. Okay. Og fyrir annarkvort í ræktina að lyfta eða út að hlaupa. Okay. Og hlaupaæfingarnar er vilt svona 5-6. Okay. Og það fyrir svona 1,5 tími í það, eitthvað svo leis. Svo fer ég bara heim að borða kvöldmatt og það er vilt maður minn sem sér á kvöldmattin. Ekki ég. Já. Ég er mjög vel gift að því leiti. Reyndar öllu leiti. Bara því leiti? Já, einmitt, nei, akkurat öllu leiti. Síðan ég er mjög heimakær og það er svo það er mjög mikið félagslegt áreiti í mínu lífi og í minni þjónustu og starfi og ég til dæmis er mjög gjarna líka helgar í alls konar hinn og þessu helgihaldi og svo leiðis. Þannig að fyrir mér eru mjög dýrmætt þau kvöld sem ég get bara verið heima hjá mér að gera eiginlega ekki neitt. Og þá er ég að lesa eða prjóna, ég er að horfa á Netflix eða einhverjar streymisveitur, horfi til dæmis tölvert á sjónvarpsþætti og á marga uppáhaldsþætti og reyna að fara ekki á seint að sofa vegna þess að næsti dagur byrjar ég þokkalega að stemma. Ok, hvað kallar þú að fara ekki á seint að sofa? Svona 11-12. Já, þú ert þar. Já, ég myndi vilja segja að fara upp í rúmum 10. Já. Og mér langar það og ég ger það stundum. Já. En það er ekki alltaf þannig. Nei. Mamma mín fer að sofa helst sko bara 8:30. Já. Og eitthvað svona, ég er, sko, hvað átt þú gömul börn? Ég á eina sem er komin yfir 30 sem á barnabörn og er gift
Þannig að fyrir líka heilmikill tími í að einmitt vera með þeim. Já. En ég er aldrei nóg. Ég er aldrei nóg með þeim, finnst Nei, mér. nei. Og svo ég 1-19 Já. sem er í háskóla. Ok. Þannig að þá hefur örlítið svona meira frelsi sko á kvöldina því að ég á sko 3 og 8 ára Já. og það er svolítið svona svo kallar úlfatími, hakkavélinn sko Já. þá getur það að sofna og þá þegar það eru sofnaðar þá þarf ég að ganga frá eitthvað og þá langar mig bara að vera einn með sjálfum mér Já. og stundum vaka ég bara þó ég þurfa að vakna klukkan 7:30 eða eitthvað bara til, þú veist, 1 eða eitthvað þetta er bara galið Ert þú stundum að svona, ég man ekki hvað þetta kallast, eitthvað svona revenge, vaka, þú veist, bara neita að fara að sofa, verða að taka 1 þátt í viðbót? Já, ég kannast við þetta. Ég þarf þetta ekki eins mikið lengur en ég hef gert þetta. Ég hef gert þetta og fyrir mér þessu stundir sem ég er ein, mér dýrmættar. Mér þykir mér gott að vera ein. Já. En veistu hvað? Það er fullt af kirkjum sem bjóða upp á úlfatíma. Nú? Já, þú getur farið í margar kirkjur til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, líka fyrir norðan veit ég. Okay. Og það er bara svona held ég milli 5 og 7 eða eitthvað svo leiðis, erfið tími þú veist þegar allt er á fullu heima. Já. Og það er boðið upp á leiki og söng og alls konar og svo er borðað saman og svo fyrir bara heim og sofa. Nei, hættu nú alveg. Og þetta er svo vinsælt. Er ég búið að henda börnunum bara? Nei. Það annað eitthvað þarf að fara með allavega, eða einhver. Já, við skoðum þetta, en fólk allavega þá veit að þessu. Já. Þetta er aldeilis þjónusta, sko. Nefnilega. Og þegar kemur að hversdagsleikanum, þá er ég nýbúin að gera myndband sem heitir Dagur í lífi biskups. Herri, ég horfði á það. Já, ok. Þú hættir þarna kvöldmatarlífið, tók ég eftir. Ég gerði það, ég tók ekki kvöldi. Nei, ég veit. Það er eitthvað svo opbóðslega persónlegt. Já, það er það nefnilega. Já. Hvað maður gerir, en þú ert bara eins og við. En ég sýndi morgumatinn og eitthvað. Já, þú gerir það sko. En þú ert eins og við bara að finna hvað þau að horfa og þú með prjónana og eitthvað svona. Já. Bara basic. Okay. Og veistu hver er uppáhaldstátturinn minn einmitt núna? Eða það sem ég er nýbúin að horfa á og er algjörlega heilluð af. Okay. Það er þáttur á RÚV sem heitir Ölhunden Berit. Já. Svo góði þættir, mæli með þeim fyrir alla. Já, guð minn góður. Þeir eru náttúrulega mjög brútal. Já. Þeir eru alveg svakaleg, sko. Og og einmitt, já, ég horfði á það og ég meiri sér lit suma nemendur hjá mér horfa á það og gera verkefni. Já, gott mál. Og það er svo mikilvægt nefnilega í dag að það er svo mikla öfgar, þessar polariseringar, sko, annarkvort ertu bara, þú veist, einhvers staðar lengst í einhverju sem einhverju kalla vók og hins vegar lengst í einhverju alveg hinum megin. En sko, við megum alveg reyna að setja okkur í spór beggja. Já, ég reyndar hamast alltaf við að segja mér finnst sko mennúsfyrið og svona, ég ætla að kalla það öfgahægrið mér finnst það hafa sko farið töluvert lengra frá vinstri ásnum en það er kannski aðeins önnur umræða svona andspyrnan sko að því að ég meina til og með Sóli Tómasdóttir hún er búin að vera að segja sömu hluti síðan 2000 sko það er ekki eins og hún hafi allt í einu orðið bara brjálað öfgafull hún er bara búin að segja það sama og meira sem við hugsaum rauðsokkurnar upp úr 70 þær eru basically að tala sömu hlutu og við erum að tala í dag að mörguleiti þannig að róttæknin og þessi mér finnst hún vera það er eitthvað annað sem hefur fært og fært mörkin. Herðu, síðasta spurning að ég veit að þú ert að rjúka annað það snýr svona bara að þinni arfleið sem biskup, þú veist, hvað er það sem að þú vilt að fólk muni eftir þegar að hugsa þína tíð núna er tíminn að minna á sig hvað er það sem að þú vilt svona skilja eftir þig? Hvers konar biskup vilt þú að fólk minnist þín fyrir að hafa verið? Það sem að ég myndi vilja skilja eftir mig er að kirkjan verði á þeim stað í samfélaginu að hún eigi eðlilegan sess að hún sé þannig að fólk hugsi kirkjuna sem jákvætt afl í samfélaginu, sé hluti af samfélaginu, sé staður þar sem að fólk, þangað sem er gott að leita og fólk viti að þjóðkirkjan á Íslandi standi fyrir eitthvað heilbrigt og gott sem trúar
samfélag sem heilbrigt og gott. Það það sem að ég myndi vilja skilja eftir mig. En þú sem persóna, eitthvað sem að þú sem persóna, því að þú veist, þú talar kirkjuna almennt og svona biskupsembætti, en ef við tökum, ég ætla ekki að segja egoið, heldur bara þú ert mennsk og þú gerir út á mennskuna. Bara þegar fólk hugsa manneskjuna, biskupinn, eða ef að segja manneskjuna bak við biskupinn, hvað viltu að fólk hugsi þig þegar þú ert búin í embættinu? Ég vona innilega að fólk hugsi mig sem réttlátan, sanngjarnan og góðan trúarleiðtoga Þjóðkirkju Íslands. Látum þetta vera lokuð orðin. Guðrún Karls Helgudóttir, takk kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis.